Ég heiti Björn Þór Jónsson og deildarforstjóri í tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík og hef fengið þann heiður að vera hér, fundarstjóri. Nú, þegar maður heyrir græna upplýsingatækni þá kannski spyr maður sig hvað er það og í mínum huga þá er það allavega tvær spurningar. Fyrsta lagi að þá er upplýsingatækni náttúrulega bara rekur heiminn áfram eins og þið vitið. Ég vinn svolítið við að samfæra fólk að læra tölvunarfræði og maður bara byrjar á að segja að þetta er bara bóla sem springur og spyrðu hvað hefur notað margar tölvur og þetta er alltaf mjög auðvelt að selja hugtakið tölvunarfræði, þetta er ekkert að fara neitt. En til að vera græna þá þarf upplýsingatæknin að vera orkuvæn og það er svona þáttur sem snýr inn á við, það er að segja hvernig getum við rekið upplýsingatæknina á sem hagkvæmastan hátt. En síðan er náttúrulega ekki síður það hvernig getum við síðan beitt upplýsingatæknin til að gera aðra þætti lífsins umhverfisvæna og það er náttúrulega stór þáttur. Það er eitthvað sem hefur svo sem lengi verið í gangi. Ef við tökum til dæmis bestun á pökkunartækjum í fiskvinnslu þá er náttúrulega mjög sterkur umhverfisþáttur þar. Hins vegar hefur það yfirleitt bara snúist peninga. Það er líka svo mikill sparnaður. Það er svo augljós ágóði af því að vera með umhverfisvæna vinnslu að það hefur farið alveg hönd í hönd. Annað dæmi má nefna fyrirtæki sem getur nýtt flugbókanir 2% betur að það getur sparað fyrirtækinu alveg gríðarlega mikla peninga. Þetta er líka alveg gríðarlega umhverfisvænt að nýta flugvélina betur sem að flugvélina hvort þið er. En þannig hefur farið saman mjög mikið umhverfisvernd og peningar sem hefur gert það verkum að upplýsingatækni hefur raunverulega verið ansi umhverfisvæn. En engu að síður þá hugsa ég sé nú þannig að orkuverð hafi ekki verið verðlagt alveg rétt. Orka er ekki verðlögð nógu hátt með hvað hún er raunverulega dýr og hvað við þurfum að nýta hana vel. Þannig að það er fullt af fólki sem hefur farið eiginlega má segja stað með hugsjónastarf í því hvernig getum við búið okkur undir þá framtíð þar sem orka verður virkilega knappur resource ef maður sletta. Og það er þess vegna mjög ánægjulegt að vera með fundi eins og þennan, þar sem er verið að undirbúa þessa framtíð, þar sem orka virkilega skiptir máli. Og ég ætla ekki að segja meira en segi bara þakka nýherra fyrir að halda þennan fund og byrja taka þátt í þessar umræðu. Þeir leggja fram 3 fyrirlesara sem eru lausnaráðgjafar og sem ætla að ræða þetta frá 3 mismunandi sjónarhólum, má segja. Ég fæ það hlutverk sem að passa þeir fara ekki yfir tíman eða lofa öllu góðu, en ef ég er búinn að lofa því að ef þeir fara langt yfir þá verða þeir bara rennitaklaðir. Verða mjög umhverfisvænt. Fyrstan kynni þá til leiks Helga Björgvinsson sem ætlar að tala umhverfisáhrif upplýsingatækni. Gerið svo vel. Komið sæl, Helgi heiti ég Björgvinsson. Það er eins og þú kemur inn á, Björn, að verð á orku spila náttúrulega stóran þátt í því hvernig við förum með hana í upplýsingatækni og öðru sem við erum að gera. Og menn hafa mörg fögur orð hvernig þeir ætla að koma fram við náttúruna en einhvern veginn virðist það nú alltaf koma niður af veskinu á endanum hvernig menn taka ákvarðanir. Það er nú verið að redda þessu fyrir okkur fljótt og vel út í heimi allavega þar sem að orkuverð rýkur upp undanfarin ár og misseri. Til dæmis skoðaði ég raforkuverð í Englandi á tímabilinu 2001 til 2010 og þar var það bara 10% hækkun ár eftir ár að meðaltali. Sum árin meira, sum árin minna. Þannig að við búum vel, við erum bæði með miklu ódýrara rafmagn á Íslandi og miklu stöðugra orkuverð. Umhverfisvernd virðist nú vera svona ekkert rosalega, ekki tekið mjög alvarlega á Íslandi. Þegar maður kemur út þá tala menn þetta miklu meira alvöru og til dæmis sem maður fer á gagnaversráðstefnur þá er þetta bara eitt af stóru málunum. Kemur manni svolítið óvart að koma á gagnaversráðstefnur þar sem er verið endalaust að tala hvernig orkan er nýtt og hversu efficient eða hversu góð nýting er á orkunni í gagnaverunum. En
En svona á Íslandi virðist manni þess ekki vera tekið eins alvarlega. En einhverjir eru farnir að hugsa þetta, til dæmis hann Júlíus Eyjólfsson hjá Toyota sem er í salnum í dag, hann var að segja mér að þeir eru með ISO 14001 umhverfisvottun. Og er einhver önnur fyrirtæki í salnum sem eru með einhvers konar umhverfisvottun? Toyota þeir einu. Þetta er eitthvað sem er að nýtast vel, segir hann mér núna þegar þeir eru að flytja í Garðabæinn á viðkvæmt svæði. Að það var miklu auðveldara fyrir að flytja hérna út í hraunið í Garðabæ þegar þeir eru með þessa vottun. En þetta er eitthvað svona sem Íslendingar kannski er að byrja að hugsa og við þurfum að hugsa. Það hljómar voðalega ódýrt þegar við erum að selja græna ímynd af Íslandi og gerum síðan ekkert í þessu sjálf. Göngum rafmagnið eins og það kosti ekkert og getum hagað okkur eins og við viljum. Því að þó að rafmagnið okkar sé grænt þá er þetta takmörkuð auðlind sem að eins og við vitum, ef við brennum rafmagninu okkar í einhverja tóma þvælu þá munum við ekki flytja einhverja starfsemi til Íslands til að nota það rafmagn á umhverfisvænan hátt frá öðrum svæðum. Út í heimi þar er þetta að skipta máli náttúrulega eins og ég segi út af verði, út af orkuöryggi. Menn eru farnir að hafa áhyggjur á orkuöryggi til dæmis í Skotlandi og Þýskalandi þar sem að það hefur verið umræðum út í Skotlandi sérstaklega þar sem að þeir eru búin að gefa út þeir ætla að loka kjarnorkuverunum þegar þau koma á enda síns lífs. Þjóðverðirnir ætla að loka sínum kjarnorkuverum líka. Þó að manni finnst það nú skrítið að líta á kjarnorku sem ég hef alltaf talið kjarnorkuvera mjög svona umhverfisvænan orkugjafi en það eru nú skiptar skoðanir það. Þannig að menn vita ekkert alveg hversu mikinn aðgang þeir munu að hafa orku og víða í Evrópa þá getur ekkert fengið mikla orku hvar sem er. Það er svona, þú verður að velja staðina til þess að fá aðgang á orku. Og þú veist ekkert hvað orkan kostar á næsta ári. En áhrif upplýsingatækni á umhverfið. Upplýsingatækni hefur á margan hátt jákvæð og margan hátt neikvæð áhrif á umhverfið. Og ef maður skoðar svona stúdíur sem hafa verið gerðar á þessu, þá er engin svona samtala í botninu sem segir áhrifin eru þetta góð eða slæm. Við vitum að eins og Björn kom inn á að það er hægt að nota upplýsingatækni á margan hátt til þess að hlífa umhverfinu. Þú veist, fjarfundir í staðinn fyrir ferðalög, bestun á umferðarstjórnun sem er verið að spá mikið víða út í heimi, smart grid sem er talað í orkudreifingu, það sem er verið að nota upplýsingatækni til þess að færa orkunotkun yfir á hagkvæmasta tíma til dæmis, þannig að það sé verið að nota orkuna þegar hún er grænust. Þannig að þegar þú ert að fá mikið af vindorku, mikið af sólarorku, þá ert að nota meiri orku þar sem að því er hægt að stjórna. En svo er náttúrulega á hinn bóginn að það er heilmikið af gróðurhúsalofttegundum sem að koma út frá upplýsingatækni notkun á flestum stöðum annars staðar heldur en á Íslandi. Framleiðslan hefur stórt fótspor í umhverfinu hjá okkur og dreifing og losun. Og svona nokkra tölur umhverfisfótsporið að þá er 2%, það er hlutdeild upplýsingatækni í gróðurhúsalofttegundum sem að maðurinn lætur frá sér. 2% af því kemur frá upplýsingatækni. Það kann að virðast svona kannski frekar óverulegt eða svona hvernig sem fólk lítur á það, en ef við setjum það í samhengi þá er þetta jafn mikið eins og flugiðnaðurinn í heild sem hefur nú ekki verið talinn svona sérstaklega grænn iðnaður. Ef að upplýsingatækni væri land og þá tökum við bara, þá hugsaum við ekkert tækin ykkar, heldur bara það sem er inn í gagnaverunum, tölvuskíjunum, samskiptanetunum, að þá væri upplýsingatækni 5. stærsti raforkunotandinn af löndum heimsins. Við erum þarna með Bandaríkin og Kína langstærst og svo Rússland og Japan. Þá koma tölvuskíin, gagnaverin og allt þetta dót.
og þar á eftir kemur Indland, Þýskaland, Kanada, Frakkland, Brasilía og Bretland. Þannig að þetta er ótrúlega stærðir. Þetta eru tölur sem að koma frá The Climate Group sem er gaf út skýrsluna Smart 2020. The Climate Group aðstandendur þessa hóps eru fjölmörg risastór fyrirtæki í heiminum og stjórnvöld í fjölmörgum löndum. Það er Smart 2020 ef einhver hefur áhuga á því að googla það. 50–70% er líka svolítið áhugaverð tala. Það er sá hluti umhverfis fótspors tækjana sem við erum að nota, tölvana og dótsins sem við erum að nota, sem á sér stað í framleiðslu. Og flestir virðast vera á því að það sé svona nær 70% heldur en 50%, sem er ótrúlega hátt. En ef við horfum bara á gróðurhúsalofttegundir þá hefur það verið mælt svona í kringum 50% með því að láta tölvuna endast í 5 ár og með því að tölvan sé þá að brenna óhreinu rafmagni á meðan hún er á þessu 5 ára lífi. Þannig að til dæmis á Íslandi að þar mun framleiðslu fótsporið vera miklu stærra heldur en notkun á fótsporið. Losun er svo annar kapítuli sem að menn eru búin að vera að spá í. Þetta svona segir okkur það að það skiptir máli hvað við getum látið búnaðinn okkar endast. Minni stækkun og nýr harðudiskur getur verið mjög umhverfisvæn aðgerð í tölvunum á skrifstofunni. Iðnaðurinn og yfirvöld hafa brugðist við, svona sú saga kannski, örugglega hægt að fara lengra aftur heldur en 1992, en 1992 þá kemur Energy Star staðallinn fram í Bandaríkjunum, sem að yfirvöld í Bandaríkjunum standa að. Og hann snýr að orkunotkun í tölvubúnað og öðrum raftækjum. Og ef þið munið eftir á einhverjum tímapunkti fóru sjónvörpin ykkar og tölvuskjáirnir að fara á sleep mode, og það á rætur í Energy Star. Sama ára þá kom fram í Svíþjóð TCO certification sem að snýst líka orkunotkun en ekki síður spilliefni og ergonomics, að það sé sem sagt líkamlega, það sé hugsað lausnirnar líka svona frá líkamlegu sjónarmiði, að sé ekki á mikil útgeislun frá gömlu CRT-skjáunum og þess háttar. Og þetta er staðall sem hefur orðið alþjóðlegur og er mikið notaður. Hvað varðar losun raftækja, þá er ESB til dæmis búið að gefa út tilskipun 2002/96 losun raftækja. Þið sjáuð ofta á raftækjunum eitthvað svona ruslatunnu það með ekki henda. Þess vegna förum við með tækjun okkar á sorpu. En hvað verður tækin þegar þau eru komin á sorpu? Það gengur víst ekki nógu vel hjá Íslendingum að framfylgja þessari tilskipuna, því það á að taka þetta allt í sundur og tryggja það að spilliefni fara á réttan stað og eitthvað fari í endurvinnslu og annað fari í urðun og eitthvað þess háttar. En síðast þegar ég vissi þá vorum við búin að fá einhverja loka viðvörun frá EFTA að fara að innleiða þetta, en við erum ekki búin að því ennþá. Og mér hefur ekki tekist að fá niðurstöðu í það hvar við stöndum með þetta, en það vantar eitthvað upp á hjá okkur og það er kannski svona eitt dæmi hvað við tökum umhverfisvernd alvarlega á Íslandi. Og svo er eitthvað sem að þeir sem eitthvað þekkja til gagnavera kannast við, PUE, sem er Power Usage Effectiveness, sem hafa tekið upp af The Green Grid sem að IBM og HP og allir þessi stóru gaurar standa að. Og svo CUE sem þeir eru farnir að leika sér með núna, sem er Carbon Usage Effectiveness. En ég kem aðeins inn á þetta á eftir, þetta eru svona pínlítið kallaðir standardar. Það er stöðugt verið að kalla eftir meira rafmagni í upplýsingatækni. Þetta heldur áfram að blása út og nokkrar áhrifavaldar eru til dæmis snjallsímar sem að eyða náttúrulega ekki mikill orku per se, en á móti kemur að þeir hljóta að vera þungir á framleiðslu fótsporinu vegna þess að það nennir enginn að eiga meira heldur en 2 ára gamla snjallsíma. Og orkunotkunin líka er að flytjast inn í skýið.
Þeir sem eru með snjallsíma þeir þekkja það, þeir eru endalaust að ná í eitthvað forrit af netinu og leika sér með eitthvað á netinu. Það eru risastór gagnaver hérna á bakvið sem eru að keyra þessar þjónustur fyrir okkur. Og svo eru náttúrulega svona málmar eins og Indium sem eru bara klárast 2017 segja þeir, og var frétt á BBC daginn. Og þá bara verði ekkert fleiri LCD-skjáir fyrir okkur, bara búið. En það sagði fréttin á BBC allavega, en svo þegar maður fór svona aðeins að lesa þetta, þá þessi málmur reyndar ekki alveg að klárast, en hann svona fer að koma að því að hann kannski verði ekki vinnanlegu magni, en eftir því sem verðið á honum hækkar, eins og við þekkjum olíuna, þá verður meira vinnanlegt magn og svo framvegis. Svo víst til einhverjir aðrir málmar til þess að koma í staðinn, en það er verið að ganga á hráefni í þessa framleiðslu. Indium til dæmis er mjög erfitt að endurvinna því þetta er í svo litlu magni í tækjunum að það er mjög dýrt að endurvinna. En LCD-skjáin verða þarna áfram, við þurfum ekki að ágjöra því. Og tölvuskíin, þau vaksa upp, þau eru bæði keyrð af neytendum eins og ég var að lýsa þetta með snjallsíman og öll þessi tæki þar sem að, Gmail, Amazon, allt þetta dót sem við erum að nota, þetta eru tölvuskí. Þetta þenst út og svo eru fyrirtæki meira og meira að færa sig yfir í svona skíalausnir, þannig að þar er mikil orkuþörf. Og gagnaverin sem að keyra tölvuskíin eru að verða risastór og nú er talað um að tími 100 megawatta gagnaverina sé að renna upp og Apple til dæmis eru með á tekniborðinu og held ég séu byrjaðar að byggja það sem að verður væntanlega stærsta gagnaver í dag og það er 100 megawatt. Kannski ekki allt í fyrsta áfanga en það er á tekniborðinu. Greenpeace eru með pælingu hvort að maður eiga hvort það sé betri nýting eða grænni orka sem er það sem við eigum að vera að fókusa á. Og þeir velta því upp að bæði það að betri nýting, þannig að við fáum meiri vinnu út úr hverri einingu af eldsneyti, að það mun kalla á það að við viljum meiri vinnu og svo náttúrulega líka bara með eðli hlutana að við erum alltaf að kalla eftir meira og meiri vinnu út úr upplýsingatækninni. Þannig að nýting eins og Bill Weil hjá Google segir að þá munum við ekki leysa umhverfisvandann af upplýsingatækni með því að færa okkur yfir í hreinni orkugjafa, yfir í meira í betri nýtingu. Við þurfum að fara yfir í hreinni orkugjafa. Nokkur stór gagnaver sem eru að brenna rosalega miklu eða að búa til mikið af gróðurhúsalofttegundum. Og þarna er ég að highlighta það sem að menn eru alveg með á heilanum, PUE, Power Usage Effectiveness, sem að segir hvað brennur miklu rafmagni fyrir hverja einingu af rafmagni sem fer í eitthvað produktív. Fyrir nokkrum árum síðan þá var þetta mjög oft í kringum 2 sem að þýddi það fyrir hverja einingu af rafmagni sem að þú brendir í að keyra tölvu sem að gera eitthvað produktíft, að það fór annað eins í kælingu og umhverfiskerfi og svo framvegis. Núna eru menn farnir að standa sig rosalega vel og farnir að koma svo þarna niður í 1,2 eitthvað þess þar. En vandamálið hins vegar að þeir það vantar þetta að horfa á hvers konar orka er þetta sem við verðum að brenna, vegna þess að það er verið að brenna fullt af orku þarna og hún er meira og minna óhrein. Eins og þetta risastóra gagnaver sem að Microsoft er með í Chicago, 73% næstum því af orkunni kemur úr kolum. 1,1% kemur úr endurnýjanlegri orku. Ég er reyndar ekki sammála Greenpeace og þeim hjá Smart 2020 að líta á, þeir taka kjarnorku sem óhreinan orkugjafa, en það er önnur saga, en allavega renewables er alveg hverfandi. Hvað verður svo búnaðinn þegar hann deyr? Já, aðeins kannski á þessu, að þess vegna er verið að koma núna með PUE-ið, ekki bara segir að okkur ekkert hvers konar orku við erum að brenna, heldur getur líka verið með rosalega gott PUE, en ert ekki að nýta búnaðinn. Þannig að ef ég
keyrir fullt af búnaði sem að brenna rafmagni og ekki að nýta rafmagni á skynsamlegan hátt, þá hefur ekkert að segja að vera með gott PUI. Það eitthvað sem við þekkjum úr sýndarvæðingu og fleiri slíkum lausnum, þar sem við erum að nýta orkuna betur úr járninu sem við erum að keyra. En svo er verið að tala um CUE, Carbon Usage Effectiveness, og GPUE, Green PUE, sem að Green Cloud hafa verið að leika sig með. CUE það sem að The Green Grid að koma út með. Og þar farið að taka inn í þetta, hvað þú ert að búa til mikið af gróðurhúsalofttegundum við rekstur gagnaverana og miklu svona skynsamlegri mælikvarðar. Hvað verður búnaðinn þegar hann deyr? Við förum með hann á endurvinnslustöðvar eins og ég sagði og er búin að segja ykkur frá því að það verður eitthvað lítið úr því. Einhvern tíma var hægt að flytja þetta út til þróunarlanda. Þegar ég var á mínum gamla vinnustað Atlanta þá kom alltaf einhver maður sem tók búnaðinn minn og sippaði honum heldur til Marokko eða eitthvað svoleiðis. Svo var nú einhver umfjöllun það í sjónvarpinu fyrir 1 eða 2 vikum að þetta yrði nú eitthvað lítið úr þessu, þetta færi í einhverja hauga þar sem að menn myndu skrappa það sem þeir vildu og svo myndi þetta bara liggja þarna og safna ryki og skapa mengun. Þannig ég veit ekki hversu raunhæft það er. Svo var mér enda bent á fyrirtæki á Íslandi sem er svona tiltölulega nýstofnað. Ég ætla að sé 3 ára gamalt eða 2 ára gamalt eitthvað slíkt. Græn framtíð, grænframtíð.is, þetta kynni ykkur það. Þeir taka við búnaði og mér sýnist að þeir séu að borga góðgerðarsamtökum fyrir búnað, þannig að þeir eru alltaf að rukka ykkur mikið fyrir að taka búnaðinn ykkar. Ég þekki það ekki reyndar en sá það ekki á vefnum hjá þeim, en endilega kynna sér hvort að þeir geta ekki gert eitthvað gagnlegt úr búnaðinum sem þeir eru að losa ykkur við. Að lokum, svona það sem er kannski svona hægt að gera til þess að bæta það sem við erum að gera í dag, að hreinni orkugjafar er náttúrulega það albesta og þar er náttúrulega sóknarfæri fyrir Ísland og það sem við erum mikið að segja útlendingum, koma til okkar og fá hreina orku á góðu verði og fyrirsjáanlegu verði. Líftími lausnanna er klárlega alveg lykilatriði og Tvorni verður með eitthvað dæmi um það hvernig er hægt að framlengja líf vélbúnaðar með sýndarvæðingu til dæmis. Og betri orkunýting, það er náttúrulega eitthvað sem og þetta er svona svolítið það sem áhugi okkar nýherjamanna að einhverju leyti kviknað á þessu. Við erum búin að vera að tala við útlendinga græna orku og hvernig er hægt að minnka umhverfisfótsporið sitt og svo erum við búin að vera að sjá að margar af lausnunum sem við erum að bjóða eins og prentlausnir og sýndarvæðing og slíkt að spara mönnum alveg heilmikla orku og eru mjög græna lausnir og jákvæðar gagnvart náttúrunni. Það er kannski svona helstu úrbótatækifærin sem eru mjög svona aðgengileg fyrir okkur. Það var ekki meira. Takk fyrir.